Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 26. maí er fyrsti sunnudagur eftir hvítasunnu og þrenningarhátíð. Þema dagsins er hinn þríeini Guð. Í lexíunni fær Abraham drottinn í heimsókn. Í pistlinu skrifar Páll að ef við lifum saman í friði, þá muni Guð kærleikans vera með okkur. Og í Guðspjallinu segir Jesús að Guðdómurinn sé mönnum hulinn því enginn þekki föðurinn og soninn. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap lexían ber okkur en hún er úr fyrstu Mósebók. Abraham sat í tjalddyrum sínum í miðdegishitanum í Mamre-lundi, drottinn birtist honum. Honum var litið upp og stóðu þá 3 menn frammi fyrir honum. Hann sá þá, hljóp hann til móts við þá úr tjalddyrunum, laut til jarðar og mælti: Herra minn, hafi ég fundið náð fyrir augum þínum, þá gakk ekki fram hjá þjóni þínum, mættum við sækja svolítið vatn svo þið getið þvegið fætur ykkar og hvílst undir trénu. Ég ætla að ná í matabita svo þið getið styrkt ykkur áður en þið haldið lengra úr því að þið fóruð hjá þjóni ykkar. Þeir svöruðu: gott og vel, gerðu eins og þú hefur sagt. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þema dagsins er hinn þríeini Guð og textinn í lexíunni er mjög athyglisverður í þessu sambandi. Okkur er sagt strax í upphafi að drottinn hafi birst Abraham, drottinn í eintölu, enda er Guð ein persóna í Gamla testamentinu. En svo bregður við að í næstu setningu er sagt að Abraham sjái 3 menn standa fyrir framan sig. Já, menn. Við erum jú sköpuð í Guðs mynd og textinn segir að Abraham hljóp til þeirra, hér er fleirtala, og sagði við þá, aftur fleirtala, en svo er ávarp hans í eintölu: Herra minn, hafi ég fundið náð fyrir augum þínum. Þá gakk ekki fram hjá þjóni þínum. Kristnir menn viðkenna 3 persónur guðdómsins, en á tímum Gamla testamentisins var Guð einn. Og fyrsta boðorðið hljóðar þannig: Ég drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Ekkert í textanum segir okkur hvers vegna Abraham hélt mennin að vera Guð. Við fáum enga útskýringu, hvorki minnst á klæðnað eða útlit. Í Mósebókum tekur Guð skýrt og greinilega fram að enginn geti séð Guð og haldið lífi. Guð sagði við Móse: Þú getur ekki séð augliti mitt, því að enginn maður fær séð mig og haldið lífi. Enginn fær séð augliti mitt. Það eina sem við getum verið viss í þessari frásögn af Abraham að Guð birtist honum ekki í allri sinni dýrð. Og mennirnir birtust ekki eins og við ímyndum okkur engla vera. Það að segja, við ímyndum okkur þá yfirleitt með vængi. Einhver ólýsanlegur kraftur hefur fylgt þessum verum því Abraham laut til jarðar frammi fyrir gestinum áður en Guð gaf honum loforð fæðingu sonar innan árs. En það var greinilega ástæða þess að Guð birtist Abraham í eigin persónu. Abraham og Móse eru einu mennirnir sem ég man eftir að Guð hafi hitt persónulega á jörðu eftir syndafallið. Töluverður mismunur á þessum viðburðum. Guð birtist Abraham sem maður, fékk vatn til að þvo fætur sínar og borðaði með honum. En þegar Guð birtist Móse, þá birtist hann í allri sinni dýrð, svo að jörðin umhverfis hann
varð heilög. Það má kannski segja að Móse hafi þurft á því að halda, því verkefni hans krafðist mikils trúarstyrks. Móse varð að þekkja og geta miðlað mikilvæg Guðs til annarra. Viðbrögð og gestrisni Abrahams gagnvart þessum ókunnugu verum hefur teygt sig inn í Nýja testamentið og jafnvel inn í okkar tíma. Í Hebreabréfinu eru menn hvattir til að sýna ókunnugum gestrisni og jafnvel skemmta þeim. Og telja fræðimenn að bak við þessa þjónustu liggi sú hugsun að persónan geti verið engill í dulargervi. Svo getum við vel ímyndað okkur að almenningur á dögum Jesú hafi tekið tvöfalda kærleiksboðorðinu vel vegna þess að hugmyndin engla í dulargervi lifði á meðal þeirra. Og í nútímanum fá margir sem reynast hjálplegir nafnbótina að vera engill í dulargervi. Þema dagsins hinn þríeini Guð, þrír, einn eða þrír í einum. En það hægt að skilja sem þrjár birtingamyndir, Faðir, Sonur og heilagur andi, sem eru allir einn Guð. Milli þeirra ríkti ein hugur og vegna þess að þeir eru einn Guð, eru þeir alltaf allir að verki í einu. En við sjáum hins vegar hlutverkaskiptingu. Guð Faðir kemur við sögu í sköpuninni og aðal persóna Gamla testamentisins. Sonurinn Jesús færði okkur nýtt fagnaðarerindi og leysir okkur undan erfðasyndinni ef við tökum við trúnni á Guð. Heilagur andi hefur síðan það hlutverk að styðja hvern mann og styrkja á trúargöngunni með því að minna okkur á orð Guðs. Þó Guð Gamla testamentisins sé einn, þá eru merki í sköpunarsögunni að hann hafi verið þríeinn frá upphafi. Upphafsorð Biblíunnar okkar segir: Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm, myrkur grúfði yfir djúpinu, en andi Guðs sveif yfir vötnunum. Hér hafa bæði Guð og heilagur andi verið nefndir. Í næsta versi stendur: Þá sagði Guð, verði ljós. Og það varð ljós. Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu. Guð nefndi ljósið dag en myrkrið nótt. Það var kvöld og það var morgun, hinn fyrsti dagur. Þetta ljós var hvorki sólin eða tunglið, því Guð skapaði sól, tungl og stjörnur á 4. degi. Þessi vers segja okkur að Guð var til í upphafi og að á hinum fyrsta degi okkar veraldar voru Guð, heilagur andi og ljós heimsins, allir til staðar. Guð sagði ljósið gott og nefndi það dag og nóttina myrkur, en Jesús sagði einmitt: Ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Og Jesús notar oftar andstæðu ljóss og myrkurs og þá sem myndlíkingu góðs og ills. Hann segir okkur ber að vinna verk þess sem sendi mig meðan dagur er. Það kemur nótt og þá getur enginn unnið. Gangið meðan þið hafi ljósið, svo að myrkrið hremmi ykkur ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið meðan þið hafi ljósið, svo að þið verðið börn ljósins. Þó Guð sé Guð Gamla testamentisins, Jesús Guð Nýja testamentisins og heilagur andi sé hinn hljóði vitnisburður kristinna manna í heiminum í dag, þá þetta ekki valdaröðin hjá þeim, því að þeir eru allir einn og hinn sami. Hinn eini sanni drottinn Guð alheimsins. Okkur hættir samt til að vanmeta heilagan anda.
Og ég verð að játa að jafnvel þegar ég var að skrifa þessa hugleiðingu, þá átti ég það til oftar en einu sinni að skrifa nafn heilags anda með litlum staf. En það hefði aldrei komið fyrir hjá mér með nafn Jesú eða Guðs. Kannski erum við að flækja málin aðeins. Í skírninni erum við skírð í nafni Föður, Sonar og heilags anda. Í trúarjátningunni játum við trúna á heilaga þrenningu. Í fermingunni frá fermingabörnin spurninguna viltu leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífstíns? Og svo fá þau kannski spurningu frá öðrum, trúir þú á Guð? Þetta getur skapað óvissu fyrir þá sem að komast til trúar. Á hvern á að trúa? Skiptir það máli hvort við biðjum til Guðs eða Jesú? Nei, það skiptir ekki máli. Jesús beindi augum okkar til Guðs og heilagur andi á að minna okkur á orð Jesú sem beina okkur til Guðs. Þeir eru einn Guð. Sá sem trúir á mig, trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi mig, sagði Jesús. Jesús og heilagur andi hjálpast að svo trú okkar beinist öll af Guði Föður, almáttugum skapara himins og jarðar. Og Jesús hélt áfram, sá sem sér mig, sér þann sem sendi mig. Og munið að í lexíu dagsins sá Abraham Guð sem mann sem gekk á jörðu eins og Jesús gerði. Já, þema í dag er hinn þríeini Guð, efni sem getur verið flókið að útskýra fyrir þeim sem ekki trú. Ég á Facebook-vin sem heitir Jósúa og býr í Jerúsalem. Við vorum eitthvað samferða í maraþoninu þar og höfum haldið sambandi. Hann er gyðingur, talar og les hebresku og ensku. Seint á síðasta ári bað hann mig að útskýra heilagan anda fyrir sér og spurði hvort það væri rétt að við, kristna fólkið, tryðum á 3 guði. Það hafði skapast umræða þetta meðal gyðinga í sínagógunni þeirra. Til að reyna að útskýra heilagan anda gat ég aðeins vísað í Gamla testamentið því gyðingar þekkja ekki Nýja testamentið. Ég sagði honum að kristnir menn tryðu því að andi Guðs sem hefði svifið yfir vötnunum við sköpun heims og lífsandinn rúa á hebresku, það er andadráttur Guðs sem Guð blés í mannin þegar hann skapaði hann, væri heilagur andi sem væri að störfum í heiminum í dag. Ég gat hvorki sagt Jósúa að Jesús hefði andað á lærisveinana og sagt meðtakið heilagan anda eða að Jesús hafi sagt að Guð myndi senda okkur heilagan anda, okkur til hals og trausts. Jósúa fékk því bara helmingin af sögunni og ekki víst að hann skilji hana eins og við. Því heilagur andi var sendur til að hjálpa okkur að skilja leyndardóma Guðs, hjálpa okkur að læra hina heilugu þrenningu, styrkja okkur og efla til að varðveita og næra trúna í hjartanu. Því trúin færir okkur náð Drottins, kærleika Guðs og gefur okkur samfélag með heilugum anda. Þennan hluta af boðskapnum á aðeins kristi fólk. Og heilagur andi hjálpar okkur til þess að skilja hvernig hinn heilaga þrenning starfar. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.